daginn og velkomin í þetta myndskeið sem sett saman til þess að fylgja úr hlaði þessari bók hérna. Hún heitir Skrefin að Vatnajökulsþjóðgarði og fjallar það sem gerðist áður en stjórnvöld ákváðu að stefna á Vatnajökulsþjóðgarð. Þessi bók 282 blaðsíður í A4 broti og þetta hérna byggt á minni reynslu í 21 ár sem ótrúlegt þó að ég sé lítt þekktur fyrir þetta og margir sem hafa aldrei á mig minnst og vita ekkert að neitt hafi verið að gerast áður en að Alþingi samþykkti þetta. Tillögur sem voru settar fram fyrir því að gera svona lagað. Ég tel að það megi skipta þessum tillögum í beinar og hnitmiðaðar tillögur og svo voru dreifðar tillögur eða dreifð umræða þar sem verið rauninni að fjalla fleiri svæði en Vatnajökull var þar á meðal eða hann var í nágrenninu. Áherslur náttúruverndarsinna ekki og hafa aldrei verið að leggja til friðlýsingu á jöklum. Og þar með kannski komið skýringin á því af hverju var verið að leggja til friðlýsingu á Vatnajökli og af hverju það var samþykkt. Eftir því sem ég best veit þá hefur þessi bók alla þá umræðu sem sett var fram á þessum árum. Við skulum byrja á því að skoða bein- og hnitmiðuðu tillögur. Og því til viðbótar þá var farið heim til allra þingmanna og ráðherra þarna í upphafi. Daginn fyrir eða 2. janúar þá voru allir þingmenn og ráðherrar og svo ýmsir ráðuneytisstjórar, ýmsir stjórnendur hér og þar. Daginn eftir að viðtalið birtist þá kemur forystugrein í Morgunblaðinu þar sem mælt með þessari hugmynd og þessi höfundur nefndur á nafn. Þetta sé hans tillaga og minnst á að hans viðskiptafræðinemi sem verður að teljast frekar óvenjulegt að sé verið að fjalla slíkan í forystugrein. Þetta eru sögulega staðreyndir þó að þær kunni ef til að koma einhverjum á óvart. Fram að því þarna í janúar þá þetta eina tillögugerðin sem bein- og hnitmiðuð Vatnajökul og friðlýsingu sem hafði komið fram í Íslandssögunni. Það sem gerist svo að það inn á Alþingi í umhverfisnefnd að þar verið að fjalla tillögu sem Hjörleifur Guttormsson hafði sett fram en það dreifð tillaga en ekki bein tillaga. Hann lagði til stofnun á þjóðgörðum á Langjökli og Hofsjökli og Mýrdalsjökli ásamt Eyjafjallajökli og Vatnajökli. Það var ekki stuðningur við svo stóra aðgerð en af einhverjum ástæðum mjög mikið dularfullt mál. Þá höfðu þingmenn áhuga á því að friðlýsa Vatnajökul. Á þessu sama þingi þá setti Hjörleifur Guttormsson fram lista sem hafði að geyma ábendingar. Eitt af þessum svæðum var Vatnajökull. Þó þetta væri ekki hnitmiðuð tillaga og með yfirgripsmiklum röksemdum að þá þetta í fyrsta skipti sem minnst á Vatnajökull. Þetta var dreifð tillaga og ekkert af þessum svörum frá öllum þessum aðilum minnist á Vatnajökull. Það kannski ekki skrítið að menn voru ekki tilbúin til að samþykkja 4 stóra jöklaþjóðgarða í einu. Þetta öll umræðan sem átti sér stað á Íslandi Vatnajökul og hugsanlega friðlýsingu. Það að sjálfsögðu tillaga Hjörleifs Guttormssonar sem samþykkt. Hann var þingmaður, hann var í stöðu til að setja fram tillögu á Alþingi. Þessar tillögur sem voru dökkbláar, ef að þær hefðu aldrei verið settar fram. Hvar hefðu þingmenn sem voru þá með þingmeirihluta, hvar hefðu þeir heyrt af svona tillögu? Hvar hefðu þeir séð rök? Og hvers konar rök hefðu þeir séð? Bara búið til business, einfalt. Hlutirnir bara gerðust eins og það gerðust og þetta eru staðreyndir. Ég býð öllum sem hafa áhuga að ná í bókina og eiga hana á harðadrifinu.